343. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég set hér með fundin og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef ekki þá óska ég eftir að fella eitt mál á dagskrá. Það er mál númer 11 sem er tvítekið. Gjaldskrá og reglur fyrir skólaskjól Hvolsskóla 2026. Þau sem samþykkja að fella það á dagskrá gefa merki, það er samþykkt samhljóða og aðrir liðir færast þá eftir því. Áður en við byrjum á dagskránu þá ætla ég að fara yfir þau sem sita hér í fundarsalnum. Það er Anton Kári Halldórsson, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Árný Hrund Svavarsdóttir, Lilja Einarsdóttir, Rafn Bergsson, Guðri Hildstad Ólafsson í fjarveru Bjarka Oddssonar, Tómas Birgir Magnússon sem hér stendur, Margrét Jóna Ísúsdóttir skrifstofu og fjármálastjóri, ritar fundargerð og Sigurmundur Jónsson sér upptöku og útsendingamál hjá okkur í dag. Fyrsta mál á dagskrá í dag er minnisblað sveitarstjóra 11. desember 2025. Lagt fram minnisblað sveitarstjóra helstu verkefni liðinna vikna. Anton Kári, gjörðu svo vel. Þetta kemur hérna. Já. Komið sæl, góðan daginn, oddviti sveitarstjórnar fulltrúar og þeir sem að fylgjast með okkur í streymi. Gaman að vera með ykkur í dag. Ég ætla að venja að renna yfir minnisblað sveitarstjóra sem lagt fram á þessum fundi okkar 11. desember 2025. Nú styttist óðflug jólin og alls þess sem þau hafa upp á að bjóða. Þessi síðasti fundur sveitarstjórnar fyrir jól finnst mér alltaf frekar hátíðlegur og jafnframt ákaflega mikilvægur fyrir margra hluta sakir. Að venju stikla ég hér á stóru nokkur af þeim helstu verkefnum sem við hjá Rangárþingi eystra og aðrir í sveitarfélögin okkar höfum verið að fást við á undanförnum. Hér á okkar fundi í dag er á dagskrá önnur umræða fjárhagsáætlun Rangárþings eystra fyrir árið 2026 ásamt áætlun næstu 3 ára. Mikil og góð vinna, bæði kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn og starfsmanna sveitarfélagsins hefur verið lögð í áætlunina, sem jafnframt er sú síðasta sem núverandi sveitarstjórn leggur fram til samþykktar. Öll þessi mikla vinna skilar sér tvímælalaust í vandaðri áætlunargerð sem er okkur gríðarlega mikilvægt til rekstur sveitarfélagsins til framtíðar. Það er alveg ljóst að rekstur Rangárþings eystra gengur vel og er sveitarfélagið vel í stakk búið til að sinna þjónustu og uppbyggingu innviða á næstu árum. Stöndugur rekstur sveitarfélagsins á að sjálfsögðu skila sér til íbúa með aukinni þjónustu og lægri álögum. Á næsta ári mun meðal annars álagningarprósenta fasteignaskatts, vatns og fráveitu lækka til muna, frístundastyrkur verður innleiddur, umtalsverðar fjárfestingar í innviðum og gjaldskrárhækkunum stillt verulega í hóf. Ég vil þakka félögum mínum í sveitarstjórn fyrir virkilega velunnin störf við gerð þessara áætlunar sem og öðrum starfsmönnum sveitarfélagsins. Eins og gefur að skilja hefur mikið mætt á fjármálastjóra sveitarfélagsins við gerð áætlunarinnar og vil ég sérstaklega þakka Margréti Jónu fyrir velunnin störf við gerð áætlunarinnar og skelega verkstjórn á vinnufundum sveitarstjórnar. Síðar á þessum fundi mun ég fjalla nánar helstu þætti fjárhagsáætlunar Rangárþings eystra 2026. Byggðaráð á undangengin auglýsingu samþykkti að úthluta lóðum í miðbæ Hvolsvallar til fyrirtækisins VHT EOF þann 7. júlí árið 2023. Samningur uppbyggingu lóðana var í framhaldinu undirritaður þann 16. nóvember 2023. Talsvert hefur verið unnið í hönnun svæðisins og áætluðum byggingun sem þar átt að rísa frá því að samkomulag var gert. Hins vegar hafa tímasetningar sem og önnur atriði í samningi milli aðila ekki staðist. Sveitarfélagið hefur gert allt sem í sínu valdi stóð til að koma á móts við framkvæmdaraðila sem náðu þó ekki að uppfylla samning. Því var ákveðið að afturkalla lóðaúthlutun til VHT og hefur sú vinna staðið yfir langt skeið og var endanleg ákvörðun afturköllun lóða staðfest á fundi byggðaráðs Rangárþings eystra þann 4. september 2025. Rangárþing eystra mun ekki hljóta neitt fjárhagslegan skaða vegna afturköllunar miðbæjarlóðanna
annan en þann að uppbygging reitsins hefur vissulega tafist. Stefnt að því að auglýsa lóðirnar aftur lausar til úthlutunar í byrjun árs 2026. Það von mín að auglýsingum lóðaúthlutun veki athygli og að endingu verði samið við aðila sem hefur áhuga og burði til að standa við samkomulag uppbyggingu. Það gríðarlegt tækifæri sem ætti að felast í slíkri uppbyggingu í miðbæ Hvolsvallar til framtíðar. Endurmenntun og fræðsla lykillinn að farsælu starfi, hvort sem að ræða sveitarfélög eða aðra vinnustæði. Það hefur verið nóg að gera í þeim geiranum hjá forstöðumönnum stofnana Rangárþings eystra á undanförnum vikum. Flestir forstöðumenn nýttu sér námskeið á vegum fræðslunetsins gervigreind og notkunarmöguleika hennar. Námskeiðið var virkilega gott, gagnlegt og fræðandi. Ljóst að með réttri og ábyrgri notkun má nýta möguleika gervigreindar á margan hátt í störfum innan sveitarfélagsins. Hins vegar líka mikilvægt að nota slíka lausn af varfærni og skynsemi, ekki hvað síst þegar kemur að meðferð persónuupplýsinga og fleiri viðkvæmra mála. En það víst alveg ljóst að gervigreindin komin til með að vera og við þurfum að tileinka okkur að vinna með hana. Önnur fræðsla sem forstöðumenn stofnana og sveitarstjórnarfulltrúar Rangárþings eystra sóttu nú nýlega var á vegum samtakanna 78. Sveitarfélagið gerði í janúar 2024 samstarfssamning við samtökin sem meðal annars felur í sig fræðslu fyrir stjórnendur og kjörna fulltrúa sveitarfélagsins. Fræðslan var yfirgripsmikil og að mínu mati algjörlega nauðsynleg fyrir okkur öll sem sóttum hana. Það sorglegt að horfa upp á það bakslag sem hefur átt sér stað í okkar samfélagi varðandi stöðu og réttindi hinsegin fólks. Við í Rangárþingi eystra fögnum fjölbreytileikanum og stöndum vörð þau sjálfsögðu mannréttindi að hver og einn einstaklingur fái og eigi rétt á því að vera eins og hann Undanfarnar vikur hafa líkt og áður verið stútfullar af viðburðum, fundum, ráðstefnum og fleira, sem sveitarfélagið hefur á einhvern hátt verið aðili að og átt hagsmuna að gæta. Útgáfa hóf héraðsritsins Goðasteins var haldið í Hvoli. Vonandi það orðið árlegan viðburð að ræða, en ritið okkur mikilvægt til að halda utan sögu okkar og tíðaranda hvers tíma. Fulltrúar sveitarfélagsins fóru í heimsókn í Bláskógabyggð til að kynna sér framkvæmdir við endurbyggingu sundlaugarinnar í Reykholti. Að ræða heildarenduruppbyggingu og var virkilega gagnlegt að afla upplýsinga vegna fyrirhugaðra framkvæmda á sundlaugarsvæðinu okkar. HMS hélt fundi fyrir sveitarfélögin þar sem kynntar voru fyrirhugaðar breytingar á byggingareftirliti, sumar til góðs og aðrar ekki, en mikilvægt að raddir sveitarfélagar heyrist skýrt og tekið sér tilliti þeirra við laga- og reglugerðarbreytingar ýmiss konar. Funda var með vegagerðinni vegna fyrirhugaðra aðgerða til að bæta umferðaröryggi í sveitarfélaginu og eins var haldinn upplýsingafundur til að kynna fjölgun ferða strætós á Suðurlandi. Svona mætti lengi telja en ég læt hér staðanumið í bili. Að öllu óbreyttu hér að ræða síðasta sveitarstjórnarfund ársins 2025 og þar með einnig síðasta minnisblað sveitarstjóra þess árs. Ég vil þakka sveitarstjórn og öðru samstarfsfólki mínu hjá Rangárþingi eystra fyrir frábært samstarf á árinu sem að líða og hlakka til allra þeirra verkefna sem bíða okkar á komandi ári. Fyrir hönd sveitarstjórnar Rangárþings eystra óska ég öllum íbúum Rangárþings eystra gleðilegra jóla og megi gæfa, atorkusemi og gleði fylgja okkur öllum á nýju ári. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Næsta mál á dagskrá fjárhagsáætlun. Fyrirgefðu. Eins og gjarnan þá fór ég aðeins fram og sjálfum mér og auð engum að taka til máls eftir að Anton Kári lauk máli sínu. Guri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Guri. Takk fyrir oddviti og góðan daginn öll sömul. Og takk fyrir sveitarstjóri fyrir þessu yfirferð. Langar aðeins að bóka við minnisblaðið og ég vil bara lesa þessu bókun. Að mati fulltrúa B-listans ansi djúpt í árinni tekið hjá sveitarstjóra í minnisblaðinu sínu þegar hann fullir eftirfarandi. Það sorglegt að horfa upp á það bakslag sem hefur átt sér stað í okkar samfélagi varðandi stöðu og réttindi hinsegin fólks. Það má túlka orð hans eins og einhver breyting hafi átt sér stað varðandi réttindi hinsegin fólks í okkar sveitarfélagi. Réttindi hinsegin fólks á Íslandi eru lögfest og einn þessum mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna í gildi hér á landi.
Hins vegar hefur átt sér stað bakslag í orðræðu hér á Íslandi eins og annars staðar í heiminum og sennilega viðtal við þingmann Miðflokksins í Kastljósi á RÚV dögunum ennþá ferskt í minni flestra. Mikilvægt að vanda orðræðu og umræðu varðandi hinsegin fólk og gaman að segja frá því að þegar samtökin 78 koma með sína árlegu fræðslu í Hvolsskóla fær skólinn alltaf hrós fyrir til að mynda hversu sýnilegt fræðsluefni hinseginleikann í skólanum og einnig hvernig staðið á hinsegin fræðslu í skólanum. Jafnréttisvikan skólan sem ný af staðinn og komum meira að segja 2 kennarar með kynningu fyrir jafnréttisráð Rangárþings eystra og kynntu kynjafræðikennslu í skólanum. Það ábyrgð okkar allra að vanda orðbragð og umræðu og við þurfum að passa hvernig tekið til orða. Og það undirritum við Lilja Einarsdóttir, Rafn Bergsson og Guðri Hilst Ólafsson. Svo ég meina fyrirspurni því má bara í beinni framhaldi hverju fóru í þessari heimsókn í Bláskógabyggð og skoða uppbyggingu sundlaugar. Takk. Takk fyrir Guri. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti sveitarstjórnarfulltrúar tilheyrendur. Ég ætla bara að byrja mér finnst þetta sorgleg túlkun og sorgleg bókun hjá minnihluta við annars góða meiningu og já, mér finnst bara sorgleg að það verði að slíta hlutin úr samhengi. Vissulega, jú, þeir get bara tekið tillit til þess að ég átti við hluti á landsvísu og í heiminum öllu. Ég hefði getað tekið þetta víðtækara. Við gerum margt vel í Rangárþingi eystra en já, kannski bara bókunin dæmir sig sjálf og ég held að flestir sem hérna lesa og hlustuðu á orð minn tókuðu ekki sem gagnrýni á það sem við erum að gera í Rangárþingi eystra. Málið mér skylt og já, mér þykir miður að hafa fengið þessa bókun en ég ætla ekki að leggja til svo sem neina mótbókun, þetta bara dæmir sig sjálf. Varðandi hverju fóru að skoða sundlaugina upp í U-sveitum, það var undirritaður og sá sem hér stendur, fjármálastjóri, skipulags- og byggingar fulltrúi og umsjónarmaður íþróttamannvirkja, forstöðumaður íþróttamannvirkja. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Guðri, gjörðu svo vel. Takk fyrir og ég ætla ekki að móðga einn með þessu bókun. Það var bara svona við erum að benda á að kannski fara bara rétt með hugtök að réttindi bara lögfest hér á Íslandi og við erum auðvitað stolt af því og að kannski að þetta mætti túlka orð sveitarstjórans á annan hátt en ég sé hér hristir sveitarstjóri hausinn en bara þannig að það komi fram að það við vorum ekki að gagnrýna neitt og við skiljum alveg að meiningin góð og við erum náttúrulega öll bara sammála því og bara stolt af því sem við erum að gera í Rangárþingi eystra. Já, en eins og ég bara ítreka aftur, mér vitandi hefur engin breyting átt sér stað varðandi réttindi en orðræðan hins vegar og umræðan í samfélaginu, þar bakslagið. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá förum við í annan lið, það fjárhagsáætlun 2026 til 2029, seinni umræða. Fjárhagsáætlun 2026 til 2029 lögð fram til seinni umræðu. Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri, fer yfir helstu niðurstöður áætlunarinnar og kynnir útdrátt úr greinargerð með fjárhagsáætlun. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við erum hér að fjalla fjárhagsáætlun Rangárþings eystra í dag frá 2026 til 2029 til síðari umræðu í sveitarstjórn. Í upphafi mun ég fara yfir almennar forsendur við gerð áætlunarinnar Rangárþings eystra. Í lögum opinber fjármál lögð áhersla á að fjárhagsáætlanir skulu byggðar á traustum forsendum efnahagsmál. Þar sem gert ráð fyrir fjárhagsáætlun skuli sveitarfélög styðjast við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands þar sem við á. Spáin gerir ráð fyrir 3,5% verðbólgu og það eina grunnforsendum fjárhagsáætlunar ársins. Útsvarið veigamesti tekjustofn sveitarfélaga.
Spár gera ráð fyrir að útsvarsstofn hækki 6,6% milli áranna 25 og 26 og notast við þá hækkun í áætlun þessari. Tekin hefur verið ákvörðun óbreytta útsvarsprósentu sveitarfélagsins og hún 14,9%. Ný lög jöfnunarsjóð sveitarfélaga taka gildi þann 1. janúar 2026. Samkvæmt nýjum lögum jöfnunarsjóð hafa útgjaldajöfnunarframlag og framlag vegna fasteignaskatts verið sameinuð í eitt framlag. Hlutur Rangárþings eystra lækkar verulega við þessa breytingu. Áætlun 2025 gerir ráð fyrir að þessi tvö framlög nemi tæplega 580 milljónum en áætlun ársins 2026 gerir ráð fyrir að framlagið verði 467 milljónir. Í heild gerir áætlun ráð fyrir að framlög jöfnunarsjóðs lækki 13,4% milli ára. Fasteignaskattur þriðji stærsti tekjustofn sveitarfélagsins. Fasteignastofninn fyrir fasteignamat árið 2026 hækkar 10% milli ára. Til að mæta þeirri hækkun tillaga að fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði lækki úr 0,375% niður í 0,34%. En skattur á atvinnuhúsnæði haldist óbreyttur á milli ára. Til viðbótar hefur verið samþykkt til að mæta þeim hækkunum sem orðið hafa á fasteignamati að lækka gjaldskrá vatnsskatt úr 0,16 af fasteignamati í 0,15 og gjaldskrá holræsagjald úr 0,18 af fasteignamati í 0,17. Þessi breyting nær hvorutveggja til íbúðarhúsnæðis sem og atvinnuhúsnæðis. Laun langstærsti einstaki kostnaðarliður sveitarfélagsins. Flestar starfsstéttir eru með gildandi kjarasamninga og byggir launaáætlunin á þeim kjarasamningum. Auk þess sem horft í spá Hagstofu Íslands þróun launavísitölu. Áætlað að heildar launagreiðslur A-hluta verði 1.983 milljónir króna á árinu 2026. Það fara því 49% af heildartekjum A-hluta í launagreiðslu starfsmanna sveitarfélagsins. Svo það fjárfestingar. Undanfarin ár hafa fjárfestingar verið töluverðar hjá sveitarfélaginu. Áframhaldandi þörf á uppbyggingu innviða í sveitarfélaginu öllu og viðhaldi eigna. Áætlun ársins 2026 gerir ráð fyrir að fjárfest virði fyrir alls 781,6 milljónir króna. Tekjur á gatnagerð eru áætlaðar 80 milljónir og koma til lækkunar auk þess sem gert ráð fyrir 35 milljónir króna fjárfestingu í samrekstrarfélögum. Samtals hljóðar fjárfestingaáætlun sveitarfélagsins því upp á 701,6 milljónir króna. Örfáar lóðir eru lausar undir byggingu nýrra íbúðarhúsa og því mikilvægt að halda áfram með nýja gatnagerð sem gert ráð fyrir að ljúka við fyrsta áfanga gatnagerð í Bergþórugerði í byrjun árs 26 og gert ráð fyrir að ljúka við gangstéttir í Hallgerðartúni. Framkvæmdir við Dufþaksbraut færast á milli ára þar sem ekki náðist að fara í þær eins og stóð til árið 2025. Hafist verið handa við lagningu hjólastíga frá Hvolsvelli að Sólheimum meðfram þjóðvegi 1. Áfram verður haldið að endurnýja götur í eldri hluta Hvolsvallar. Fyrsta áfanga í þeirri vegferð mun fljótlega ljúka og næsta gata á áætlun 2026 og lagt upp með að endurnýja götu, gangstéttir og lagnir í Litlagerði. Gert ráð fyrir áframhaldandi viðhald á Hvolsskóla fyrir alls 30 milljónir króna, skipta allt gólfefni í matsal skólans og laga og fjölga bílastæðum fyrir 50 milljónir. Viðhald á félagsheimilum fyrir 20 milljónir og viðhald á félagslegu leiguhúsnæði 20 milljónir. Gert ráð fyrir tækjakaupum í áhaldahúsi fyrir 25 milljónir. Áfram verður haldið með þau verkefni sem vinna hefur staðið yfir á sviði íþróttamála, lagning gervigrasvallar, hönnun á útisvæði Sundlaugar og skipt verður gervigras á Sparkvelli. Gert ráð fyrir lántöku að upp að 100 milljónum króna á árinu 2026 til að mæta kostnaði við fjárfestingar en 600 milljónir verða fjármagnaðar með eigin fé. Gert ráð fyrir að lán verði tekið hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Næst mun ég fara yfir með hvað hætti framlögum skipt og helstu breytingar milli ára fyrir nokkra mikilvægustu málaflokka í rekstri sveitarfélagsins og fyrir það fyrst félagsmál. Félagsþjónusta sveitarfélagsins rekin í byggðasamlagi með sveitarfélögum í Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu. Fjárheimildir til byggðasamlagsins aukast og framlög til málaflokksins í heild hækka 6,2%. Málefni fatlaðra rekin í Bergrissanum, byggðasamlagi allra sveitarfélaga á Suðurlandi. Framlög til Bergrissans hækka 11% á milli ára eða 3,6 milljónir. Áfram gert ráð fyrir rekstri viss vinnustaðar í samstæður við Bergrissans sem eftir 7. árið í rekstri. Umfangsstarfsemi viss hefur aukist verulega og hækkar kostnaður 12% á milli ára en hann greiddur að fullu af Bergrissan. Heilbrigðismál. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands annast málaflokkinn og fjárheimildir hækka 5% á milli ára. Fræðslu og uppeldismál. Fræðslu og uppeldismál eru stærsti málaflokkur sveitarfélagsins og 54% útgjalda A-hluta fara í hann. Fjárheimildir hækka 8% og nema samtals 1,69 milljörðum króna.
Framlag til leikskólans Öldunar hækkar 14%. Það skýrist af hærri rekstri í nýju húsnæði, hækkun innri leigum 9 milljónir, áframhaldandi fjölgun barna og fjölgun stöðugilda 2,5. Einnig gert ráð fyrir áföllnu orlofi að upphæð 12 milljónir. Framlag til Hvolsskóla hækkar 5,9% og gert ráð fyrir sambærilegum rekstri undanfarin ár. Rekstur skólaskjóls óbreyttur. Viðhald skólans verður haldið áfram og gert ráð fyrir 80 milljón króna fjárfestingu í viðhaldi, lóð og bílastæðum árið 2026. Skólaþjónusta rekin í byggðasamlagi með félagsþjónustu og framlög hækkun 10%. Framlög til tónlistarskóla Rangæinga hækkun 5%. Menningarmál. Fjárheimildir menningarmála hækkun 5% og nema 182 milljónum króna. Stærstu liðir rekstur héraðsbókasafns, héraðsskjalasafns og 6 félagsheimila sveitarfélagsins. Menningarsjóður sveitarfélagsins fær óbreytt framlag frá fyrra ári 3,5 milljónir og áfram gert ráð fyrir úthlutun 2 ári. Kostnaður vegna viðburða og hátíðahalda, svo sem 17. júní og kjötsúpuhátíðar áfram á áætlun. Æskulýðs- og íþróttamál. Fjárheimildir hækka 8,6% og nema 312 milljónum króna. Almennar hækkanir 5% en sveitarstjórn hefur ákveðið að innleiða frístundastyrk fyrir börn 6-18 ára til að jafna tækifæri til þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi. Kostnaður styrksins áætlaður 11,5 milljónir króna. Áhersla verður áfram á málefni íbúa, efling ungmennaráðs og stuðning við félög með ungliðastarf. Sveitarfélagið heldur áfram innleiðingu heilsueflandi samfélags. Framlög til reksturs íþróttamiðstöðvar hækkun 7%. Áfram verður gert ráð fyrir lengri helgaropnum yfir vetrartímann árið 2026 og tækjakaupum í líkamsrækt. Fyrirhugaðar fjárfestingar í gervigrasvelli að upp á 157 milljónir króna, hönnun útisvæðis sundlauga fyrir 10 milljónir og endurnýjun gervigras á sparkvelli fyrir 12 milljónir. Brunamál og almannavarnir. Brunavarnir reknar í byggðasamlagi með sveitarfélögum í Rangárvallasýslu. Eftir talsverðar hækkanir undanfarin ár nú gert ráð fyrir nær óbreyttum framlögum. Áætlunin gerir ráð fyrir eflingu slökkviliðs. Slökkviliðsstjóri verði áfram í 100% starfshlutfalli og aðstoðar slökkviliðsstjóri verði ráðinn á miðju ári 2026. Og búnaðarkaupum næstu 5 ára verði hagað í samræmi við brunavarnaráætlun sem samþykkt var 2021. Hreinlætismál, sorphreinsun, sorpeyðing og rekstur gámastöðvar fer fram í gegnum Stórsstöð Rangárvallasýslu BS. Fjárheimildir standa nánast í stað en gert ráð fyrir auknum tekjum vegna endurgreiðslu frá úrvinnslusjóði. Áætlað að sveitarfélagið greiði 9 milljónir með málaflokknum árinu. Skipulagsfulltrúi. Fjárheimildir hækka 1% og heildarkostnaður 82 milljónir. Kostnaður við aðal- og deiliskipulag áfram áætlaður 10 milljónir hvort sig vegna fjölda skipulagsbreytinga. Framlög til embættis skipulags- og byggingafulltrúa hækka 5 milljónir. Kostnaður vegna fornleifaskráningar og fasteignamats áfram á áætlun. Umferðar- og samgöngumál. Fjárheimildir haldast óbreyttar. Áfram gert ráð fyrir viðhaldi og endurnýjun götulýsingar sem sveitarfélagið tók við að RARIK í lok árs 2021. Gert ráð fyrir 10 milljónum í sérstakt átak til að bæta göngustíga og gangstéttir sem hluta verkefni sem áfram verður unnið að næstu ár. Umhverfismál. Fjárheimildir hækka 3%. Áfram verður unnið að færum sveitarfélagsins í þétt og dreifbýli, styrkjum til landgræðslu og umheiða gatna. Gert ráð fyrir kostnaði vegna umhverfis- og garðyrkjustjóra og 5,6 milljónum til refa og minkaveiða. Atvinnumál. Gert ráð fyrir 35 milljónum króna hagnaði í málaflokknum. Helsta skýringin rekstur bílastæðis við Skógafoss. Tekjur áætlaðar 270 milljónir en kostnaður rúmur 200 milljónir. Þar með talið rekstur bílastæðis, salernisaðstöðu og áframhaldandi uppbygging. Flestir aðrir liðir fá óbreytt framlag. Áfram gert ráð fyrir kostnaði við uppbyggingu og viðhald ferðamannastaða, fjallaskála og framleiðslu skurða. Undir málaflokkinn fellur starf byggðaþróunarfulltrúa og greiðir sveitarfélagið 25% kostnaði á móti Rangárþingi ytra og SAS. Sameiginlegur kostnaður, framlög hækkun 6% í takt við laun og verðlag. Áfram gert ráð fyrir kostnaði vegna samninga við Auðnast EHF velferð starfsfólks, framlögum til Kötlu Geopark, héraðsnefndar og markaðsmála. Framlög til reksturs skrifstofu Rangárþings eystra hækkun 5%. Og þá endingu lokaorð. Það ánægjulegt að standa hér í dag og leggja fram fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2026-2029. Ljóst að samkvæmt áætluninni rekstur sveitarfélagsins í góðu jafnvægi til næstu ára. Áætlun næsta árs gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu A-hluta 107 milljónir. Jákvæð niðurstaða A-hluta grunnur að sjálfbærum rekstri sveitarfélaga. Áætlunin gerir ráð fyrir að samstæðan, það bæði A- og B-hluti, skili 107,5 milljónum í rekstrarafgang.
Áætlun 2026 gerir ráð fyrir að skuldahlutfall næsta árs verði 63,9% og skuldaviðmið verði 46,7%. Gert ráð fyrir að handbært fé frá rekstri verði 410 milljónir króna. En það svo upphæð sem sveitarfélagið hefur til að fjárfesta fyrir án þess að taka lán fyrir væntanlegum fjárfestingum. Ég hvet íbúa og aðra sem áhuga hafa á að kynna sér gaumgæfilega fjárhagsáætlunina og greinargerð sem henni fylgir. En í greinargerðinni eru helstu þættir hennar dregnir saman á mjög aðgengilegan og skiljanlegan hátt. Að lokum kærar þakkir til sveitarstjórnar og starfsmanna sveitarfélagsins fyrir þá miklu samvinnu sem lögð hefur verið í áætlunina. Hún okkur öllum til sóma. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Einhverju sem vilja taka til máls undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og aðrir fundarmenn, takk fyrir það og takk fyrir góða greinargerð og yfirferð yfir fjárhagsáætlun Anton Kári. Það var gott. Við fulltrúar viljum hins vegar fá að koma aðeins bara bókun við þessa áætlun og hún hljóðar: fulltrúar B-lista vilja þakka fjármálastjóra, forstöðumönnum og sveitarstjórn allri fyrir ágæta samvinnu við gerð fjárhagsáætlunar ársins 2026. Gert ráð fyrir góðri rekstrarafkomu sveitarfélagsins árið 2026 og útkomuspá ársins 2025 lítur vel út og fyrir slíkt ber að þakka. Fyrst og fremst það vegna hækkunar ákveðinna tekjustofna sveitarfélagsins. Fasteignamat íbúðarhúsnæðis í Rangárþingi eystra hækkar verulega á milli ára og því skapast þar svigrúm til lækkunar álagningarprósentu á íbúðarhúsnæði, en þannig komum við í veg fyrir verulegar hækkanir á fasteignagjöldum einstaklinga í sveitarfélaginu. Eins og fram kemur í greinargerð munu greiðslur úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga hins vegar lækka umtalsvert, en það einn af helstu tekjustofnum Rangárþings eystra og hefur verið árabil. Við viljum hins vegar vekja athygli á því að það einmitt mikilvægast á tímum þar sem vel gengur að rýna reksturinn og gæta þess að hann þenjist ekki óhóflega út, enda getur orðið erfitt ef samdráttur verður í rekstrarumhverfi sveitarfélaga og þarf að draga úr þjónustu. Það ábyrgðarhluti sveitarstjórnar. Við vinnu fjárhagsáætlunar ársins 2025 var einmitt samþykkt óformlega í sveitarstjórn að hefja formlega rekstrarrýni sveitarfélagsins. Strax í janúar núliðins árs lögðu því fulltrúar B-lista fram formlega tillögu þess efnis að hefja formlega rekstrarrýni á rekstri sveitarfélagsins í samstarfi við forstöðumenn deilda, enda teljum við fulltrúar B-lista stöðuga rýni á rekstri sveitarfélagsins vera ábyrga fjármálastjórn, ekki síst á þenslutímum, en því miður felldi meirihlutinn þá tillögu. Það því áhugavert að sú tillaga hafi verið felld og hver stefnan meirihlutans í þeim málum. Fjárfestingaráætlun næsta ára metnaðarfull og margt það sem við fulltrúar B-lista höfum lagt áherslu á, svo sem umferðaröryggismál, áætlun endurnýjun gatna og lagna í eldri hverfum, metnaðarfullar aðgerðir í uppbyggingu íþróttamannvirkja og áhersla á íþrótta- og æskulýðsmál. Við fulltrúar B-lista viljum því ávarpa það hér og brýna meirihlutann að það ekki nægilegt að koma fram með metnaðarfullar fjárfestingaráætlanir, það þarf að koma þeim í framkvæmd. Undanfarin ár hefur langt í frá gengið vel að koma öllum fjárfestingaliðum í framkvæmd og hafa þeir ýmist verið felldir niður eða teknir upp aftur ár eftir ár í fjárfestingaráætlun. Slík vinnubrögð valda bæði óvissu í rekstri og skekkir forgangsröðun. Það þarf skýrari verkefnalýsingu, raunhæfari tímalínur og betri eftirfylgni. Við fulltrúar B-lista teljum mikilvægt að við tökum þetta alvarlega og finnum leið til að tryggja að fjárfestingaráætlun sé ekki bara listi á blaði, heldur raunveruleg áætlun sem fylgt vel eftir. Við fulltrúar B-lista fögnum því að horft sé til þess að bæta aðgengi barna, ungmenna og íbúa okkar allra af íþróttastarfi og mannvirkjum á því sviði. Við viljum hins vegar vekja athygli á því hve lítil hreyfing hefur verið í málaflokknum sem snúa að heilsueflandi samfélagi
og barnvænu samfélagi á árinu 2025. Við erum með samþykktar stefnur í þessum málum en fundir eru fáir, fundargerðir þunnar og engin raunveruleg eftirfylgni sést í skjölum. Það vantar skýra ábyrgð, tímalínur og framvinduskýrslur. Við leggjum því til að við setjum fram ársáætlun í samvinnu með ábyrgðaraðila verkefnanna og fáum reglulega stöðuskýrslur. Þetta eru mál sem snúa að heilsu og velferð barna og fjölskyldna í sveitarfélaginu og á skilið að fá meiri athygli og eftirfeld. Og undir þetta rita Guðri Hylstad Ólafsson, Lilja Einarsdóttir og Ragnar Bergsson. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Lilja. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi við þennan lið? Ef svo er ekki að þá ætla ég að lesa bókun. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2026-2029. Ljóst er að samkvæmt áætluninni er rekstur sveitarfélagsins góðu jafnvægi til næstu ára. Áætlun næsta árs gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu A-hluta 107 milljónir, jákvæð niðurstaða A-hluta er grunnur að sjálfbærni rekstri sveitarfélaga. Áætlunin gerir ráð fyrir að samstæðan, það er A- og B-hluti, skili 107,5 milljónum í rekstrarafgang. Áætlun 2026 gerir ráð fyrir að skuldahlutfall haldi áfram að lækka og verði á næsta ári 63,9% og skuldaviðmið 46,7%. Sveitarstjórn vill koma á framfæri þakklæti til fjármálastjóra, forstöðumanna stofnana sveitarfélagsins, auk annarra starfsmanna sem komu að gerð áætlunarinnar. Þá ætla ég að leggja fram til samþykktar fjárhagsáætlun 2026-2029, þau sem samþykkja hana gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 3 er húsnæðisáætlun Rangárþings eystra 2026, lögð fram til staðfestingar endurskoðuð húsnæðisáætlun Rangárþings eystra 2026. Einhver sem vill koma upp undir þessum lið? Ef svo er ekki þá legg ég framkomna húsnæðisfyrirgefni. Fylgja eftir það neitt. Er hún bara lögð fram? Hún er bara lögð fram, já. Viltu? Já. Nei, lögð fram, já. Þannig að ég ber þá upp til staðfestingar framkomna húsnæðisáætlun fyrir 2026, þau sem samþykkja að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Eyjagöng, stofnframlag Rangárþings eystra, dagskrárliður númer 4. Óskað hefur eftir aðkomu Rangárþings eystra að félagi sem stofnað hefur verið í þeim tilgangi að fjármagna rannsóknir á jarðlögum milli lands og Vestmannaeyja. Að rannsóknum loknum og gefið þær góða niðurstöðu skal félagið meðal annars undirbúa fjármagna framkomu og sjá rekstur vegtengingar milli lands og eyja. Forsvarsmenn félagsins hafa nú þegar kynnt áform fyrir sveitarstjórn Rangárþings eystra. Einhver sem vill koma upp undir þessum lið? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég bara fagna því að þetta erindi og þessi kynningsskylda hafa komið til okkar og leitað til okkar með að taka þátt í þessu verkefni. Þetta kemur í kjölfar þess að starfshópur fýsileika gangagerðar milli lands og eyja skilaði sinni skýrslu fyrir að verða ári síðan. En svo náttúrulega eins og gengur að gerist þokast lítið með þau mál semst áfram, þannig að hér er bara drifmikið fólk sem hefur tekið málin í sína hendur og notar svolítið fordæmi eins og Hvalfjarðargöng urðu til á sínum tíma og eins Vaðlaheiðargöng fyrir norðan. Bara kannski til þess að innbrá því, við höfum nú oft talað og sendt ýmislegt frá okkur í sveitarstjórn Rangárþings eystra í kringum árin að okkur finnst við hafa haft lítil áhrif varðandi til dæmis Landeyjahöfn og sem hefur setið á hliðarlínu og fengið litla sem enga aðkomu að málefnum hafnarinnar og allt og margir halda að Landeyjahöfn sé í Vestmannaeyjum.
Þannig að ég bara fagna því að við gerum okkur gildandi í þessu máli og komum þessu á hreint. Þetta er vel uppsett verkefni og hvað við segja, það eru margir svona póstar sem hægt er að snúa tilbaka og vonandi verður þá til þess að það sé hægt að ganga úr skugga það yfir höfuð hvort þetta er hægt. Og ef þetta reynist svo ekki hægt að þá getum við líka lagt þessar pælingar til hliðar og einbeitt okkur að uppbyggingu Landeyjahafnar. Okkur til hagsbóta líka, því að vegtenging milli lands og eyja er íbúum í Rangárþingi eystra og bara Suðurlandi öllu gríðarlega mikilvæg upp á alla mögulega og ómögulega hluti, hvort sem það er atvinnusóknarsvæði eða skóla eða læknisþjónustu eða hvað sem er og alla þá uppbyggingu sem á sér stað og getur átt sér stað í kjölfarið. Þannig að já, bara takk fyrir. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Rafn, gjörðu þið svo vel. Takk fyrir, oddviti, aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar nú bara aðeins að koma hér upp og svona lýsa ánægju minni með að þetta verkefni sé komið á stað. Við fengum 1. desember fékk sveitarstjórn gríðarlega skemmtilega góða kynningu á verkefninu og hvernig þetta er fyrir huga. Mér langar bara að þakka fyrir það og þakka forsvarsmönnum þessa félags fyrir að vilja hafa, tryggja aðkomu okkar strax að verkefninu. Þetta skiptir okkur heilmiklu máli og ef af yrði eru þarna gríðarleg tækifæri fyrir okkur í að sækja aukna þjónustu, menntun og atvinnu. Þannig að það eru heilmikil tækifæri þó þetta sé þetta mest fyrir Vestmannaeyinga en það er samt að báða bóa. Í Vestmannaeyjum er gríðarlega öflug höfn og það er öflug fiskvinnsla og landeldi komið á stað, þannig eins og ég segi, það er fullt af tækifærum ef vel tekst til. Þannig mér langar bara, eins og ég segi, að þakka fyrir þessu afkomu og fagna því að við tökum þátt í þessu verkefni og strax frá fyrsta degi. Takk. Takk fyrir þetta, Rafn. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Við langar bara til að taka undir með Antoni Kára og Rafni. Ég held að þetta sé spennandi verkefni og ef af yrði myndi þetta hafa mjög jákvæð áhrif. Bæði fyrir okkur hér í Rangárþingi eystra og Suðurlandi öllu og Vestmannaeyinga jafnframt. Þannig að bara vonandi að þetta gangi vel. Já, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt í verkefninu eins og það hefur verið kynnt sem er framhald af vinnu starfshóps innviðaráðherra fýsileika jarðganga með stofnframlagi að upphæð 15 milljónir króna. Stofnframlag verði fjármagnað af fjárfestingaviðauka sem lagður verði fyrir næsta fund sveitarstjórn. Þau sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 5. liður á dagskrá er álagning fasteignagjalda 2026, lögð fram til samþykktar tillaga að álagningu fasteignaskatts 2026. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki að þá ber ég hér upp framlagða tillögu til staðfestingar álagningu fasteignaskatta í Rangárþingi eystra 2026. Þau sem samþykkja gefa merki, það er samþykkt samhljóða. 7. liður eru reglur afslátt af fasteignaskatti 2026, lögð fram tillaga að reglum tekjutengdan afslátt eldri borgara og öryrkja af fasteignaskatti 2026. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki að þá ber ég hér fram til samþykktar reglur tekjutengdan afslátt eldri borgara og öryrkja af fasteignaskatti árið 2026. Þau sem samþykkja gefa merki, það er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá er gjaldskrá vatnsveitu 2026, lögð fram gjaldskrá vatnsveitu Rangárþings eystra 2026. Tillaga er að vatnsgjald lækki úr 0,16% í 0,15% af fasteignamati húsa sem tengst geta vatnsveitu.
Tillaga að aðrir liðir í gjaldskrá hækki 3,5%. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki þá ber ég hér upp til samþykktar gjaldskrá vatnsveitu 2026. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 8. dagskrárliður gjaldskrá fráveitu 2026. Lögð fram gjaldskrá á fráveitu Rangárþings eystra 2026. Tillaga að vatnsgjald lækki úr 0,18% í 0,17% af fasteignamati húsa sem tengjast fráveitu í þéttbýli. Tillaga að aðrir liðir í gjaldskrá hækki 3,5%. Einhver sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá fráveitu 2026. Þau sem það samþykkja gefa merki. 9. liður á dagskrá gjaldskrá skógaveitna 2026. Lögð fram gjaldskrá skógaveitu 2026. Tillaga 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá skógarveitu 2026. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 10. liður á dagskrá gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa 2026. Lögð fram gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa Rangárþings eystra 2026. Einhver hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa 2026. Þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Og 11. liður á dagskrá gjaldskrá skólaskjóls Hvolsskóla 2026. Lögð fram gjaldskrá og reglur fyrir skólaskjól Hvolsskóla 2026. Tillaga 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá legg ég fram til samþykktar reglur og gjaldskrá fyrir skólaskjól Hvolsskóla 2026. Þau sem samþykkja gefa merki. Kannski rétt afturbönd, ég sá ekki alveg. Já. Samþykkt samhljóða. Og þá það 12. liður á dagskrá, það gjaldskrá leikskóla 2026. Lögð fram gjaldskrá fyrir leikskólan Ölduna 2026. Tillaga 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá leikskólans Ölduna 2026. Þau sem samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 13. liður á dagskrá gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2026. Lögð fram gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2026. Tillaga 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2026. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 14. liður á dagskrá gjaldskrá fyrir hundahald 2026. Lögð fram gjaldskrá fyrir hundahald 2026. Tillaga 3,5% hækkun á gjaldskrá. Hér sem fundarmenn vilja ræða? Svo ekki þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá fyrir hundahald árið 2026. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 15. liður á dagskrá gjaldskrá fyrir kattahald 2026. Lögð fram gjaldskrá fyrir kattahald 2026. Tillaga 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver hér sem fundarmenn vilja ræða? Svo ekki þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá fyrir kattahald 2026. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 16. liður á dagskrá gjaldskrá fjallaskála 2026. Lögð fram gjaldskrá fyrir fjallaskála 2026. Tillaga 3,5% hækkun á gjaldskrá. Eitthvað í gjaldskrá fjallaskála sem fundarmenn vilja ræða?
Ef svo er ekki að þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá fyrir fjallaskála á 2026. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 17. dagskrárliður er gjaldskrá félagsheimila 2026. Lögð fram gjaldskrá fyrir félagsheimili 2026. Tillaga er 3,5% hækkun á gjaldskrá. Einhver hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki að þá legg ég fram til samþykktar gjaldskrá fyrir félagsheimili 2026. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 18. liður er Hvolsskóli skólanámskrá 2025-2026. Lögð fram skólanámskrá Hvolsskóla 2025-2026. Eitthvað undir þessum lið sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki að þá legg ég fram til samþykktar skólanámskrá Hvolsskóla 2025-2026. Þau sem það samþykkja gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 19. liður á dagskrá er Hvolsskóli starfsáætlun 2025-2026. Lögð fram starfsáætlun Hvolsskóla 2025-2026. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki að þá ber ég starfsáætlun Hvolsskóla 2025-2026 upp til samþykktar. Þau sem samþykkja gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 20. liður á dagskrá er deiliskipulag Bergþórugerði, fjölgun parhúsa. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki þá les ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður nr. 21 á dagskránni í dag er deiliskipulag Bólstaður. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Svo er ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 22. liður deiliskipulag Rauðsbakki. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst og send til lögbundinna umsagnaraðila samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað í þessu sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki að þá les ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 23. liður á dagskránni í dag er deiliskipulag Ytra-Seljaland Heiði. Í ljósi athugasemda og umsagnar leggur skipulags- og umhverfisnefnd til við sveitarstjórn að hafna framlagðri tillögu. Nefndin tekur undir með Náttúruverndarstofnun að Seljalandsfoss sé eitt af helstu náttúruperlum Suðurlands og það sé eitt af hlutverkum sveitarfélagsins að tryggja verndun fossins og umhverfis hans. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki þá les ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og hafnar framlagðri tillögu. Þau sem staðfesta bókunina gefa merki. Það er staðfest samhljóða. 24. liður er deiliskipulag Kirkjuhólsveitur, sérstakt búsetuúrræði.
Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá leysi ég eftir bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun Skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það er, 2, 3, 4, 5. Þeir sem eru á móti, það er 1 og situr hjá. Já, 1 situr. Já, gjörðu svo vel. Lilja hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sín. Gjörðu svo vel, Lilja. Oddviti og aðrir fundamenn, takk fyrir þetta. Þar sem ég greiddi atkvæði gegn tillögunni að þá langar mig að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu hér og ég mun senda það til fundarritara einnig. Ég vil byrja á því að fagna því að búsetuúrræði fyrir fatlað fólk rísi nú í Rangárþingi eystra, enda búið að vera lengi í undirbúningi og mikilvægt úrræði sem við viljum svo sannarlega byggja hér upp í sveitarfélaginu. Atkvæði mitt beinist því einungis gegn þeirri deiliskipulagsbreytingu sem fyrirhuguð er á Kirkjuhvolsreit þar sem gert er ráð fyrir að umrætt húsnæði rísi. Mín skoðun er sú að velja hefði átt aðra staðsetningu fyrir húsnæðið í samræmi við rök umsækjanda lóðarinnar enda stóðu fleiri lóðir til boða. Því hef ég ítrekað komið á framfæri án árangurs svo ég sé mér því ekki annað fært en að greiða atkvæði gegn tillögunni og standa þannig með skoðun minni og einlægri sannfæringu. Mikilvægt er að mínu mati að verja það svæði sem þegar hefur verið deiliskipulagt á Kirkjuhvolsreit með framtíðarstækkunar möguleika fyrir öldrunar og heilbrigðisþjónustu með það að leiðarljósi. Rök hafa verið færð fyrir því ítrekað að það sé nóg byggingarými samt en við þá metnaðarfullu deiliskipulagsgerð sem á sínum tíma þótti ástæðu til að varðveita þetta svæði til framtíðar og er það enn mín skoðun. Takk. Takk fyrir þetta, Lilja. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Guri, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti. Ég kýs að sitja hjá núna þó ég hef greitt atkvæði með þessu áður og ég hélt nú frekar langt innlegg hérna á þar síðustu sveitarstjórnarfundi varðandi þessu umræðu sem hefur átt sér stað þetta mál í skipulags- og umhverfisnefnd. Og ég ætlaði svo sem ekki að rífa það allt saman upp en það sem kom þegar við fengum þetta tilbaka núna í skipulags- og umhverfisnefnd og eftir umsagnarferlinu var líka svona pínu auka upplýsingar þar sem þessu frumhönnun hússins hefur þá átt sér stað eftir þá þarfagreiningu hjá bergrísanum og í ljós kemur að þá finnst mér ekki þetta hús passa þarna inn á Kirkjuhvolsreitnum. Ég náttúrulega var svona aðalega hrædd að það væri svona stofnanavæðing, það væri svona stofnanabragur yfir þessu, þetta áverður bara heimili fólks og eins og húsið var kynnt, eða þú veist, við fengum kynningu að þessu teikningu daginn, þá finnst mér það verða eiginlega bara svona, já, það verður bara enn einn stofnunin þarna á reitnum. En eins og ég var náttúrulega kosið með þessu áður og ég náttúrulega búin að fara ótrúlega margar hringi varðandi þetta mál og já, þannig ég bara kýs að sitja hjá núna og ég er aðeins að velta fyrir mér, þurfum við að flytja okkur svona mikið, þú veist, eru menn að fara að grafa á morgun? Væri hægt að fá fulltrúa bergrísans bara til okkar að fund og ræða eða fara í vettvangsferð? Já, takk. Takk fyrir þetta, Guri. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur.
Ég bara fagna þessari deiliskipulagstillögu, hún vel unnin, það var farið í bara talsverða greiningarvinnu til þess að finna þessu búsetuúrræði sem bara algjörlega rétt að eru heimili fólks sem sagt góðan stað og stað sem við gætum brugðist við sem fyrst. Við erum búin að tala fyrir því að fá þetta úrræði í bara þó nokkur kjörtímabil og ég kannast þessu umræði líka bara frá því að vera skipulags- og byggingarfulltrúi fyrir þó nokkur mörgum árum. Þannig að ég fagna því að loksins skuli það verða að veruleika. Hér hefur verið vandað virkilega vel til verka, það voru skoðaðir margir kostir og ég held að bara besta niðurstaðan hafi náðst. Það vissulega kostir og gallar við allar þær tillögur en ég bara fagna henni og ég hlakka til að sjá þetta úrræði og sem við svo sannarlega þurfum bara að rísa núna bara innan skamms og vonandi verður bara hafist handa við framkvæmdir sem allra fyrst. Ég hvet kannski fólk að það vil sjá sambarlegt úrræði, búsetuúrræði til þess að fá sér bíltúr á Selfoss í Nautagan, þar sem nýbúið að byggja eitt slíkt úrræði sem íbúðir, sem bara virkilega fallegt og sómir sér vel í íbúðaumhverfi og eins og það kemur til með að gera á Kirkjuhvolsreitinu. Takk. Takk fyrir þetta Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það oddviti og sveitarstjóri. Ég var nú ekki endilega kall eftir viðbrögðum þó ég vildi gera grein fyrir atkvæði mínu en það kom augljóslega fram í viðbrögðum sveitarstjóra hver hans skoðun á þessu máli. Ég vil bara leiðrétta það að þetta hefði ekki þurft að tefja vinnuna nokkurn hátt að velja aðra staðsetningu. Ég fagna því líka að þetta sé að verða veruleika, við viljum engin okkar tefja, enda umræðan búin að vera löng og ströng og það hefði verið hægt að grípa inn miklu fyrr. Ég vil bara árétta úr því að kom andsvar. Takk. Takk fyrir Lilja. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá bara höldum við áfram í næsta dagskrárlið og það dagskrárlið númer 25. Deiliskipulag Ytri-Skógur, breytingar byggingar lóð við Skógarsafn. Skipulags- og umhverfisnefnd telur deiliskipulagsbreytinguna óverulega og leggur til við sveitarstjórn að fallið verði frá grenndarkynningu. Nefndin leggur til að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Liður númer 26 á dagskrá umhverfismat ferðaþjónustu við Holtsós undir Eyjafjöllum. Skipulagsstofnun óskar eftir umsögn Rangárþings eystra vegna kynningar og umhverfismatsskýrslu við Holtsós undir Eyjafjöllum. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur fram drög að umsögn vegna umhverfisskýrslu við Holtsós undir Eyjafjöllum. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætlaði nú bara að koma hérna aðeins upp. Eins og við þekkið að þá við erum að fjalla umhverfismat fyrir ferðaþjónustu við Holtsós undir Eyjafjöllum. Þetta hefur verið talsvert í umræðinu undanfarin ár og bara fengið mikla umfjöllun enda ekki óeðlilegt þar sem að virkilega umfangsmikið verkefni að ræða. Og þannig að sem betur fer hefur fólk skoðanar á því og það hefur mismunandi skoðanir og við þurfum að vanda til verka. Nú sem sagt liggur fyrir þessi umhverfismatsskýrsla og liggja fyrir drög að sem sagt viðbrögðum Rangárþings eystra við henni. Drögin ekki fullunnin og athugasemdafrestur rennur ekki út fyrir 12. janúar. Þannig ég vil leggja til að við frestum sem sagt afgreiðslu þessa erindis og jafnframt held ég að væri æskilegt að því að sveitarstjórn þarf að koma að í rauninni svörum við umhverfisskýrslunni að boða að verði sameiginlegs fundar jafnvel með skipulagsnefnd og sveitarstjórn þar sem að verði lögð lokahönd á þessi svör okkar. Af því að hér þurfum við að vanda til verka og ég vona að þið séu sammála mér með það og legg því til að við frestum þessu. Takk.
Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Við höfum, þá ætla ég bara að greiðum atkvæði að fresta afgreiðslu málsins. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 27. liður merkjalýsing Eyvindar Múli. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og leggur til við sveitarstjórn að þau verði samþykkt ásamt nýju staðfangi. Einhver hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi. Bókun upp til staðfestingar sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við landskiptin og hið nýja staðfang. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar ásamt hinu nýja staðfangi. Þau sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 28. liður á dagskrá er byggðaráð 293. fundur, lögð fram til umræðu staðfestingar fundargerð 293. fundar byggðaráðs. Er einhvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá legg ég fram fundargerðin til staðfestingar í heild sinni. Þau sem staðfesta fundargerðina gefa merki. Hún er staðfest samhljóða. 29. liður á dagskrá er byggðaráð 294. fundur, lögð fram til staðfestingar fundargerð 294. fundar byggðaráðs. Einhvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá legg ég fram til staðfestingar í heild sinni fundargerð 294. fundar byggðaráðs. Þau sem staðfesta hana gefa merki og hún er staðfest samhljóða. Síðasta mál á dagskránni okkar í dag er mál nr. 30. Það er SAS 631. fundur stjórnar 5.12.2025. Þar er lögð fram til umræðu kynningar fundargerð 631. fundar stjórnar SAS. Við þurfum að taka einn lið þarna út úr. Það er liður nr. 4 í fundargerðinni. Og já, sem sagt, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar tilheyrendur, eins og kemur fram í fylgigögnum á pósti frá framkvæmdastjóra SAS, að þá er þetta í rauninni kjölfar samþykktar á haustfundi SOS sem haldinn var á Kirkjubæjarklaustri og tengslu við þær samþykktir sem voru samþykktar þar í rauninni breytingar á starfsemi SOS, í rauninni að færa hana undir SAS og til þess að einfalda í rauninni regluverkið og minnka umfang stjórnar og fleira. Það eru heljarinnar fylgigögn og það er búið að vinna þetta mál virkilega vel og eins og gefur að skilja að þá eru ekki öll náttúrulega sveitarfélög á Suðurlandi í SOS en það er búið semst að samþykkja í rauninni að það komi þá allir að þessari ráðningu og SOS fjármagni í rauninni ráðningu þessar starfsmanns inni hjá SAS fyrir þá öll sveitarfélög. Ég bara fagna þessu og bara ég held að starfsemi SAS eigi eftir að eflast með þessu. Og bara mér finnst þetta vel gert hjá SOS til einföldunar og það sem þarf að gera og óskaður eftir hjá okkur núna er að við staðfestum þetta og svo náttúrulega verður endalega staðfesting á aðalfundi SOS svo eftir áramót eins og kemur fram í gögnum. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Er einhverju fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Tekin er sérstaklega fyrir liður 4 í fundargerð stjórnar samtaka Suðurneska sveitarfélaga SAS frá 5. desember 2025 vegna breytinga á umgjörð og rekstri SOS sem þarfnast aðkomu SAS. Lagt er til að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti aðkomu SAS að verkefninu í samræmi við fyrirliggjandi ályktanir aðalfundar SOS og fyrirliggjandi samningsdrög. Þau sem samþykkja gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá eru ekki fleiri mál á dagskrá okkar hér í dag og ég bara þakka öllum fyrir samstarfið á árinu og óska bæði sveitarstjórnar fólki, starfsmönnum sveitarfélagsins og íbúum bara gleðilegra jóla og slít hér með fundi. Takk fyrir.